Þann 27. júní árið 1881 rak gríðarlega stórt seglskip á land í Höfnum á Reykjanesi. Skipið Jamestown var með stærstu skipum á 19. öld og var á leið frá Boston með mikinn timburfarm sem nota áttu undir járnbrautarteina í Bretlandi. Allt þetta eðaltimbur kom sér einkar vel fyrir fólki á svæðinu en mikið af því var selt og nýtt til húsasmíða. Viðurinn lifir ekki bara í húsakynnum, heldur einnig í tónlistaflutningi hér á landi. Hljóðfarasmiðurinn Jón Marino, fæddur og uppalinn Keflvíkingur, hefur smíðað þó nokkuð af hljóðfærum. Hann notar ávallt viðarbút úr Jamestown-farminum sem honum áskotnaðist og setur bassabjálka og sálir í öll strókhljóðfæri sem hann býr til. Sýning Jamestown strandið hefur nú verið sett upp í bókasafni Reykjanesbæjar. Við kíktum á sýninguna og ræddum við Önnu Margréti Ólafsdóttur verkefnisstjóra sýninguna. Hverju eru það að koma til skila á þessari sýningu hér á bókasafninu? Herði, við ákveðum að opna þessa sýningu hérna í 8 stofunni sem opnaði á ljósanótt, þar sem við erum að safna efni af Suðurnesjunum bara á einn stað. Og það var bara ótrúlega vel við hæfi að opna sýningu þetta hér, fannst okkur. Sýningin er semst stórt skip sem strandaði 1881 í Höfnum. Og þetta var skip sem var að koma frá Boston og var að fara til Bretlands með timbur sem átti að leggja undir járnbrautarteina. Þetta hefur verið mikill hvalreki fyrir íbúa á Suðurnesjum á þessum tíma? Já, það má segja það. Húsakostur batnaði til muna af því að það voru byggð mörg hús úr þessu timbri og svo var timbri selt. Þannig að efnahagur hefur batnað líka í kjölfarið og maður getur leitt líkur á því að heilsa íbúana hafi líka batnað. Hvernig byggið upp þessa sýningu? Við bara byggjum hana á því litla sem til er. Það er ekki mikið af heimildum til þessa sýningu, en það er áhugahópur strandið sem var stofnað núna í september og þau eru búin að vera að veiða að sér efni, þannig að ég fekk aðgang á því og við ákveðum að búa til stór spjöld með texta og myndum og svo er hann Tómas Knútsson, kafari með meiru, hann er búin að sækja það sem fannst á hafsbotni og við fáum að sýna það og svo erum við með hljóðfæri sem hann Jón Marino er að smíða úr. Þetta hefur greinlega verið mjög gott timbur, það standa víða hús byggð úr þessu skipi. Já, þetta hefur verið alveg gífurlega gott timbur og einmitt eins og þú segir mikill hvalreki fyrir Suðurnesjamenn að komast í þetta. En það er gaman að segja frá því að þetta timbur, af því það er orðið svo óbúslega gamalt, þá leiðir það víbring mjög vel. Þannig að Jón Marino notar þetta í svokallað sál og bassabjálka, sálir og bassabjálka í strengihljóðfæri, fiðlur og fleiri hljóðfæri sem hann smíðar. Og þannig að hljómurinn berst mjög vel. Hvað kemur þessi sýning til með að standa lengi? Við ætlum að hafa hana þangað til 17. mars 2017.